Góðan dag, þá hefst hér fundur í bæjarstjórn Árborgar, kjörtímabilið 2022 til 26. Þetta fundur númer 73 á kjörtímabilinu og jafnframt sá síðasti að óbreyttu. Það rétt að ganga beint til dagskrár. Fundurinn hann haldinn hér að Grænumörk 5 á Selfossi og hefst eins og glöggir taka eftir klukkan 16:00. Og við göngum til dagskrár eftir augnablik, en fyrst ætla ég að athuga með lögmæti fundarins. Einhverjir sem hafa einhverjar athugasemdir við boðaða dagskrá? Ef svo ekki, þá ætla ég að telja upp þá sem að hér eru mættir í dag. Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur fyrir D-lista. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista í forföllum Álfheiðar Heimarsdóttur sem aðalmaður A-lista. Nú þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá þessa fundar ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar 2025 og hann lagður hér fram til síðari umræðu. Við ræddum á síðasta fundi fyrri umræðuna og nú komað þeirri síðari og ég gef orðið frjálst og beðið hefur orðið Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég ætla að fylgja hérna örstutt úr hlaði greinagerð fyrir ársreikningin til eftir við aðra umræðu. Stutt og hnittneðað, en les nú samt rétt innganginn. Ársreikningur sveitarfélags Árborgar 2025 lagður fram til seinni umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 7. maí 2026, en fyrri umræða fór fram þann 20. apríl 2026. Engar breytingar á rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymisyfirliti hafa átt sér stað á milli umræðna, sem mjög jákvætt, og þakka fjármáladeild og endurskoðendur fyrir góða vinnu við fyrir því að litlar breytingar eru milli umræðna. Skuldaviðmiðið breytist samt örlítið úr 118,6 í 118,7 fyrir A-hluta, en helst óbreytt í 108,8 í A- og B-hluta fyrir árið 2025. En þarna að ræða endurútreikning á skuldaviðmiði þar sem í fyrri umræðu var langtíma hluti lífeyrisskuldbindinga A- og B-hluta tekin inn í fyrir útreikning á skuldaviðmiði A-hluta. En það verður til þess að skuldaviðmiðið hækkar 0,1% fyrir A-hluta á milli umræðna. En eingöngu að ræða breytingar síðan í skýringum þar sem ýmist bætt við eða orðalag lagfært og fyrir aðeins yfir það hérna neðan. En það aðeins gerð grein fyrir þeim breytingum síðan líka í ársreikningi 25, það koma fram þar. Til upplýsingar fyrir þá sem eru að horfa, þá samstæðarreikningur sveitarfélags Árborgar samanstendur á A- og B-hluta eins og kemur oft fram hérna í tali, en í A-hlutanum aðalsjóður, eignasjóður, þjónustustöð, fasteignafélag Árborgar og verktækni, og síðan í B-hlutanum byggingarsjóður aldraðra, fráveita, vatnsveita, Selfossveitur og Sandvíkursveitur. Og til frekar útskýringar meginregla sú að í A-hluta flokkast þar rekstrar einingar sveitarfélagsins þar sem fjármagnar að hluta öllu leyti með skatttekjum, en í B-hluta flokkast þær rekstrareiningar, stofnanir og fyrirtæki sem reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Og rekstrareiningar í B-hluta hafa lagaheimild til að innheimta síðan þjónustugjöld til að standa fullu undir útgjöldum sínum. Síðan svo í gögnum fyrir bæjarfulltrúa að það eru engar breytingar á milli umræðna í rekstrareiningi efnahags eða sjóðstreymi, en í skýringum eru þrjár sem eru teknar fram hérna. Það í skýringu 5 þar sem áætlun 25 fyrir mótframlagi lífeyrissjóða bætt við skýringu, og í skýringu 8 var bætt við skýringu fyrir verki vinnslu eins og kom fram hérna í kynningu á undan við fjárfestingar 2025, og síðan í skýringu 21 bætt við töflu fyrir skuldir á milli A- og B-hluta og
fyrir árið 2024-2025 og fór endurskoðandi yfir það líka hérna í kynningu fyrir fundi. Að öðru leyti ekki neina breytingar á milli umræðna og niðurstaðan hérna rétt tæplega 1,5 milljarður fyrir A og B-hluta. Jákvæð niðurstaða en ég efast ekki við munum eiga síðan góðar umræður áður en við staðfestum síðan ársreikninginn. En læt þetta duga í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér í síðar umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025? Orðið laust til að tjá sig. Þá Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, sem kemur hér upp. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Til umræðu ársreikningur sem lagður fram með umræðu og ásamt fylgigögnum. Og lesning og greining ársreiknings felur í sér verulegar upplýsingar á stöðu okkar ágæta sveitarfélagi. Og eins hefur nefnt að staða sveitarfélagsins var og í rauninni ágætt. Hún getur orðið talsvert betri og það má væntanlega gera svo ráð fyrir að á komandi árum verði tekjur sveitarfélagsins, þær munu markast af fjölda útsvarsgreiðenda og eigna þeirra. Nánar tiltekið skatttekjur í formi útsvars, fasteignasköttum og greiðslum frá jöfnunarsjóði. Hér átt við A-hluta rekstrarins. Veruleg fjölgun íbúa hefur blessunarlega átt sér stað á núlíðandi kjörtímabili. Með fjölguninni breikkar tekjustofn sveitarfélagsins og hafa meðallaun væntanlega hækkað á hvern íbúa. Fasteignaverð hefur jafnframt hækkað verulega og hafa tekjur vegna fasteignaskatts hækkað 52% á milli ára. Og verður að segjast að engan hafi órað fyrir þessara hækkun á milli ára. Í gegnum þessa tvo skattstofna hafa tekjur sveitarfélagsins hækkað og tel ég að allir ættu að vera sammála að endurskoðunin sé þörf á þeim skatthlutföllum sem innheimt eftir. Framlag jöfnunarsjóðs jafnframt móttekið eftir reiknireglum sem lagðar eru fram við hið opinbera og hefur verið fjallað á þann hátt að þær koma í rauninni mjög á óvart hve hátt framlagið var á síðasta ári. Mér finnst það í rauninni ekki trúverðugt og hefði mátt vita að fjárhæðin sem kom að lokum hefði átt að vera fyrirsjáanlegri. Það sem hún byggir á okkar starfsfólki eða vinnu okkar starfsfólks. Hins vegar ljóst að leggja starfi betri greiningu á því í fjárhagsáætlanagerð í haust þannig að betur megin á utanum þá greiðslu. Gjöldin í A-hluta þau bera með sér þau merki að það erfitt að hreyfa sig mikið. Laun að sjálfsögðu stærsti hluti gjaldaliða og ákvarðaðir með fyrirsjáanlegum hætti. Launin að mestu bundin við starfsmenn sem sinna lögbundinni þjónustu og einnig í leikskólum sveitarfélagsins. Sífellt endurmat nauðsynlegt í stofnun sveitarfélagsins og telja að stjórnendur séu ávallt meðvitaðir aðhald og gera ekki athugasemd við þeirra störf. Starfsmenn og stjórnendur ávallt að leitast við að veita sem besta þjónustu við umbjóðendurna sem eru börnin. Og þegar þau hitta börnin á ný þegar þau hafa lokið skólagöngu sinni, þá fá þau þakkirnar fyrir vinnuframlagið. Besta matið í störfum kennara að sjá að þau hafa komið börnum á legg og komið að því að mennta og leiðbeina fólki sem markmiðin sín í lífinu sínu. Hvort heldur með störfin sínum eða með því að stofna fjölskyldur í sveitarfélaginu og halda áfram að bæta samfélagið og ala upp heilbrigða einstaklinga. Mismunur á skatttekjum A-hluta sveitarfélagsins sem voru 12,8 milljarðar og launalið sem var 11,1 milljarður 1,7 milljarður. Og það má segja að það sé ásættanlegur jöfnuður á meðal þessara tekju og gjaldastofna og sem fyrir sagt að það nauðsynlegt að skoða það nánar á komandi mánuðum. Aðra tekjur og framlög jöfnunarsjóðs ásamt frádregnum öðrum rekstrarkostnaði gefur afgang upp á 2,8 milljarða og þetta nægjanlegt til þess að standa undir þeim lánum sem sveitarfélagið þarf að greiða af og má segja að skuldasöfnun sveitarfélagsins sé að baki. Afgangur hefur orðið til á rekstri sveitarfélagsins í B-hluta og það ágætt í sjálfu sér líka. En á undanförnum áratugum hefur þessi hluti rekstrar sveitarfélagsins jafnan skilað afgangi og
og ég í rauninni tók þátt í þeirri vinnu á núliðandi kjörtímabili að færa gjaldskrár nær rekstrarjöfnuði. Og þetta var eitthvað sem að var gert snemma á kjörtímabilinu og sem betur fer var það afleiðing af greiningu starfsmanna og þetta var fært til þess á þann stað að það var mögulegt að skila jöfnuði í hluta af rekstrareiningu sveitarfélagsins sem var jafnan með neikvæða niðurstöðu. En núna þarf að endurskoða hvort það sé í rauninni komið svigrúm til að láta af umfram innheimtu sem að hefur átt sér stað, en vissulega verður að viðurkennast að þegar gjaldskrár eru hækkaðar hefur það í för með sér talsverða óvissu hvort að það stuðlar að ofrukkun eða vanrukkun. Við greiningu á þeim kostnaðarliðum kemur í ljós að mestpart hefur verið innheimt umfram þörf og í stað þess að lækka á komandi misserum má halda gjaldskrám stöðugum þar til launaskrið og verðbólga og jafnar hækkanir undanfarinna ára út. Þannig getur sveitarfélagið auðvitað stuðlað að lækkun vísitölu neysluverðs á komandi árum með stöðugum gjaldskrám. Á eigna- og veitufundi sem var haldinn í gær var lagt fram rekstraryfirlit Selfossveitur, Fráveitu og Vatnsveitu og ber að þakka fyrir þá framlagningu til formannstjórn. Það sem kallað hefur verið eftir þessum uppgjörum og framlagningu þeirra á stjórnarfundi Veitna á kjörtímabilinu. Hér var mjög margt áhugavert að ræða og sem það kom í rauninni að hluta til einnig fram í skýrslu endurskoðanda frá PwC. En það hafa safnast upp verulegar skuldastöður á milli deilda, hvar lán hafi verið tekin frá Vatnsveitu og Fráveitu til A-sjóðs. Lán Fráveitu til A-sjóðs nema tæplega 3 milljörðum og samkvæmt stöðum áramót og Vatnsveitan hefur veitt 2,5 milljarða til A-sjóðs. Samanlagt eru lánveitingar á milli deilda 5,5 milljarðar og nú komið að þeim tímapunkti að endurskoða þarf þetta fyrirkomulag. Jafnframt eru þessar lánveitingar í formi skammtímalána samkvæmt bókhaldi og þarf einnig að koma þessum skuldum í form langtímalána. Jafnframt vil ég leggja það fram að á komandi árum verður lögð drög að því að sameina deildir Vatnsveitu og Fráveitu inn í Selfossveitu og koma þannig saman með formlegum hætti veitustarfseminu undir einn hatt. Sú aðgerð verður virkilega stórt verkefni og þarf að vinna með stöðum í eignasjóði og skuldastöðum Selfossveitna og færa eign þannig frá í rauninni eignasjóði yfir í veitur og ber þar að nefna til dæmis dæmið nýju Fráveituna sem inn í eignasjóði en þarf að færa þetta inn í veiturnar með tímanum. Í endurskoðunarskýrslu PwC kom einnig fram annar mikilvægur hlutur sem endurskoðunarnefnd sveitarfélagsins. Hún ekki starfandi og hefur ekki verið skipuð og eðlilegt að hún verði skipuð á næsta kjörtímabili og það þarf auðvitað að tryggja að það sé réttmæt skipting á milli minnihluta og meirihluta og tel ég að það sé verkefni sem að næsta bæjarstjórn mun í rauninni eiga við. En þannig að öllum formsatriðum sé nú gætt og við erum vissulega með skráð skuldabréf á markaðinn og okkur ber að skipa endurskoðunarnefnd og hún sé starfrækt með reglubundnu millibili þannig að eftirlitið megi eiga sér stað innan frá einnig. Einnig kom fram í endurskoðunarskýrslu að heildar niðurfærsla óinnheimtra tekna nemur 586 milljónum og jókst hún 134 milljónur á milli ára. Niðurfærsla A-hluta nam 530 og niðurfærsla B-hluta 55. Hér að mestum óinnheimt útsvar og ber að skoða hvað veldur. Væntanlega þetta afleiðing af mikilli skattlagningu meirihlutans og ber að skoða sérstaklega. Einnig má gera ráð fyrir að fleiri þættir komi hér að, svo sem erfitt rekstrarumhverfi fyrirtækja sem ekki hafa náð endur saman og mögulega þurfa að hafa þau ekki skila útsvarinu en ég fekk nú reyndar svar við þessari spurningu áðan með endurskoðendum að þetta sé mestpart persónubundnar skuldir og þar að leiðandi ber að skoða það sem nokkurn veginn tapaðar kröfur en þetta auðvitað að stórum hluta alvarlegt mál í sjálfu sér að vanskilin
við skattinnheimtu séu svona há og hækki 134%, 134 milljónum milli ára. Og nú veit ég að fjárhagsdeildin að greina þetta og mun greina þetta og reyna að komast betur að rótinni og hvetji þau bara til áframhaldandi góðra verka. Að endingu vil ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum fyrir framlag sitt til rekstrarins og má segja að þessi einkunnarorð ónefnds fyrirtækis eiga hér við, en við erum öll í þessu saman. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr Ólafsson. Það er opið fyrir mælendaskrá undir fyrsta lið hér á dagskrá fundarins ársreikning sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 og orðið frjálst eða laust. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig, ef svo, já, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, við erum hér undir seinni umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborg og ég sjálfsög geta ekki látið það fram hefur fara að koma hér í pontu og hefja mál mitt í rauninni bara eins og síðast undir fyrri umræðu á því að þakka starfsfólki og íbúum og fyrirtækjum fyrir þeirra seglu og þeirra þátti að vinna að þessum ársreikning og þessari niðurstöðu sem við erum að horfa fram á hér í dag. Ég ætla svo sem ekkert að fara að taka eða telja upp þessar hluti sem að við áttum ansi góðar og öflugar og fjörugar umræður hér undir fyrri umræðu ársreikninginn og þar sem að hann ekki að taka neinu breytingum sem að ég vil nú fyrst og fremst þakka okkar starfsfólki þeirra glögga auga og þumlausu vinnubrögðum að þar leiðandi þetta bara eins og síðast að þá ætla ég ekkert svo sem að fara að tala um það sérstaklega. Mér finnst samt mikilvægt að staldra við og koma hér í pontu. Þetta það má segja ýmislegt niðurstöðuna, það þetta túlkana í allar áttir og hún jákvæð og því bara að fagna. Það enga síður mikilvægt að kannski benda á það eins og oft hefur verið bent hér á að þetta innskiptingstekjur og því mikilvægt fyrir okkur að stíga varlega til jarðar í öllum fagnaðarlátum varðandi þessa niðurstöðu. Ég held að sé enga veginn tímabært að fara að stíga ykkur trilltan dans yfir því og mikilvægt í rauninni að sýna ákveðna auðmýkt gagnvart því þetta hefur kostað blóð, svit og tár, þetta hefur kostað einstaklinga vinnuna og framfærslu og þetta hefur tekið á hér fjölmarga hópa í sveitarfélaginu. Og það veitum við sem höfum setið hér í 4 ár að þetta var ekki auðvelt og þessna það mín skoðun, það ekki endurspegla bæjarstjórnarinnar að það mikilvægt að sýna auðmýkt gagnvart þessari niðurstöðu því hún var ekki fyrirsjáanleg, hún var ekki í kortunum einu sinni fyrir, ekki svo löngu síðan. Þannig ég held við ættum bara að anda í kviðinn og þakka fyrir það að við séum á þessum stað. Það löngu tímabært myndi einhverjir segja að jöfnunarsjóður sýndi okkur aðeins grið og greiddi okkur það sem okkur ber. Það búið að berjast fyrir því hér síðustu kjörtímabil, leyfi ég mér að segja. Þeir sem hafa verið hér lengi viti það og hafi barist fyrir því að í rauninni sameina sveitarfélag Árborg fengi tekjur frá jöfnunarsjóði í samræmi við það hlutverk sem Árborg gegnir sem að vera sá kjarni sem að sveitarfélagin í kring horfa til, leita til bæði í ráðgjöf og þjónustu og stuðning og þar fram til göttunum. Í rauninni ættu að vera að fá höfuðborgarálag, en það kannski, bara eins og Akureyri, en það nú kannski óvægt aðeins að slá í létta strengi, annars svo leiðilegt þess ekki. En það sem býður auðvitað nýrrar bæjarstjórnar enga síður mjög krefjandi hlutverk og krefjandi verkefni. Það að halda áfram, að laða að, gera okkur samkeppnishæf,
þannig að hinga haldi áfram að streyma fólk því að við höfum verið afar heppin, eins og ég hef oft sagt hér í pontu, að okkur stendur hérna öflugur hópur af fyrirtækjum sem hefur unnið að því hörðum höndum að laða hér að. Hér var búið að byggja upp og verið að byggja upp innviði sem hafa gert að verkum að við höfum getað tekið við hér mikið af nýju fólki og það hefur sannarlega aðstoðað okkur í að hérna vaksa út úr þessum vanda. Betur má duga skal, hef ég ansi oft sagt hér í pontu og ég ætla að segja það áfram og aftur leið ég óska okkur til hamingju með niðurstöðuna og óska enn og aftur starfsfólki, íbúum og fyrirtækjum til hamingju. Ég held ég hafi þetta ekki lengri bili. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og tilheyrendur. Já, við erum hérna í annarri umræðum ársreikninginn og við svo sem einmitt ræddum hann hér í nokkuð mörgum ræðum og löngum máli hérna í fyrri umræðinni. En mér langar nú að byrja á að taka undir með orðum bæjarfulltrúa Arnars Freys og Fjólu. Ég teki undir allt sem að þau fóru yfir hérna áðan, en það eru þetta, ég sé kannski ekki að endurtaka það, en það eru þetta eins og kom fram þó að það komu þessar einskiptistekjur sem í rauninni að halda okkur fyrir ofan vatnsborðið hreinlega og hérna tekjur sem ekki var vitað og hérna var ekki gert ráð fyrir í áætlun og það í rauninni það sem að skapa þennan afgang sem að hér í ársreikningi. En áfram það þannig, eins og bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á hérna á undan, að það er ekkert í fyrsta skipti sem það var krefjandi að reka sveitarfélag á þessu kjörtímabili. Það auðvitað, eins og við höfum margoft talað hérna, þá auðvitað ofboðslega mikil utanaðkomandi áhrif þegar að áföll verða í samfélaginu á sveitarfélögum. Við erum auðvitað ekkert eyland og sveitarfélög, svona sístækkandi sveitarfélög eins og sveitarfélag Árborg hefur verið núna undanfarin ár, stækkað svona ofboðslega að það ekki sjálfbært að stækka svona hratt og vera í leiðinni inn í svona flóknu umhverfi, efnahagslegu umhverfi þar sem að verðbólga fer upp í 10%. Það er náttúrulega ekkert eðlilegt við þetta. Og að því að hann hefur nú skrifað lærðar greinar og nú gríðarlega reyndur maður, hann Haraldur Líndal, sem tók nú út reksturinn hérna meira sér fyrir okkur einu sinni, reyndur bæjarstjóri til 20 ára og unni mikið fyrir sveitarfélögin í landinu og náttúrulega ríkið. Hann hefur náttúrulega bara sett fram greinar og rannsakað að sveitarfélög í rauninni bara ekki sjálfbær. Jafnvel þó að efnahagsástandið sé svona þokkalegt í landinu. Það sé ekki, verðbólgan sé ekki upp úr öllu valdi og annað þvílíkt. Og svo eins og náttúrulega við höfum rætt hér líka ofta, það eru þetta alveg stórfurðuleg lánakjörin sem sveitarfélögum í landinu boðið upp á. Hversu, hvað lánin eru til skamms tíma. Og þegar við berum okkur saman við sveitarfélög bara í Evrópu, þá eru þau að fá lán til 40-50 ára fyrir skólabyggingum, sem eðlilegt, af því að við erum ekki að byggja skólabyggingar til örfára ára, það eiga að nýtast okkur til 20 ára og jafnvel 100 ár. Og þannig að það rosalega margt óeðlilegt í fjárhagslegu umhverfi sveitarfélagana. Þannig að þó við séum kannski svona fyrir vind núna, þetta verðbólgan lækka mikið á kjörtímabilinu, en við viljum að hún lækki meira, hún ennþá allt of há á Íslandi og verandi þetta sveitarfélag í svona ofboðslegum vexti,
og við erum svo duglega og heppin að við fáum mikið af barnafólki sem við þurfum að þjónusta og þá er staðan verða mikil áskorun áfram. Þannig að ég ætla bara að taka undir það, við þurfum áfram að halda vel utanum fjárhaginn, en jafnframt náttúrulega, eins og ég segi, þá er áfram flókið að veita þjónustu og ég veit alveg að það er fullt af fólki þarna úti sem glímir við mikla erfiðleika og er ekkert ánægt með og finnst það ekki fá fullnægjandi þjónustu. Þjónustu sem kannski kostar, ef við veljum að veita eina þjónustu þá erum við í leiðinni kannski að velja að veita ekki aðra þjónustu og ég meina hér til dæmis mjög langi biðlistar eftir sálfræði þjónustu og sálfræðigreiningum og greiningum hjá talmeinafræðingum og það í rauninni, það kostar ekki mikla peninga en það er mikill fjárhagslegur ávinningur til framtíðar að fjárfesta í þessu. Og fjölskyldur sem eru að núti til dæmis sem fá ekki þessa þjónustu og eru að glíma við mikla erfiðleika degi, þeir fagna ekki rekstrarafgangi sveitarfélagsins. Þannig að ég ætla nú bara ekki að segja meiri bili, bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Arna Ýr, og þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hérna að ræða ársreikning sveitarfélagsins fyrir 2025, seinni umræða. Ég vil eins og aðrir byrja því að þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins, sérstaklega fyrir þeirra störf og að hafa unnið vel þrátt fyrir að það hafi oft verið krefjandi og erfiðar aðstæður. En ársreikningurinn sýnir góða niðurstöðu. Það er ekkert launungamál í því, enda erum við að tala afgang upp á 1,5 milljarð. Hann er til kominn vegna þess að við fengum miklu meiri tekjur en gert var ráð fyrir. Eitthvað 1,6 milljarð í tekjur, annars vegar vegna hærri skatta, eða sem sagt meiri tekna af skattheimtu og svo hins vegar vegna þess að við fengum 1000 milljónir, 1100 milljónir frá jöfnunarsjóði sem eru ákveðnar einskiptis greiðslur. Reksturinn var hins vegar 500 milljón krónum lakari en gert var ráð fyrir, þar að segja það var rekstrargjöld úr 500 milljónum krónum hærri og það er því alveg ljóst að við erum langt í land með að rétta reksturinn af og hann er síst betri en hann hefur verið undanfarin ár. Og það er kannski það sem að ég og við sem að erum hér bæjarfulltrúar kannski minnihluta höfum bent á að við getum ekki skattlagt okkur út úr þessum vanda. Það gengur bara alls ekki upp. Og skattlagningin ein og sér, hún gefur vissulega hærri tekjur en hún hjálpar ekkert til við að laga reksturinn. Og ef það er hægt að skattleggja íbúana og láta það vera einu aðgerðirnar, raunverulegu aðgerðirnar sem eitthvað eru skila, þá er það ekki góð leið til þess að vinna sig út úr þessum fjárhagslega vanda sem að var komin hér upp. Nú, ég bara sannarlega vona og treysti því að hér á næsta kjörtímabili þá verðum við með bæjarstjórn sem að mun gera það að sínu forgangsverkefni að lækka þessi gjöld á íbúa og fyrirtæki. Þannig að við séum samkeppnisfær við nágrannasveitarfélögin okkar. Því það segir sig alveg sjálft að við þetta er ekki hægt að búa mikið lengur. Og það eru auðvitað fyllt af aðferðum og lausnum aðrar en að
skattleggja allt upp í rjáfur og það á að verða sameiginlegt verkefni okkar allra sem munum verða hér í næstu bæjarstjórn að finna þessar leiðir til þess að losa íbúin okkar og fyrirtækjan undan þessari háu gjaldheimtu til sveitarfélagsins og skattsvið. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Það er ekki fleiri, já, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla að byrja bara eins og kollega mínir hérna að byrja að þakka starfsmönnum fyrir alla þá vinnu sem þeir hafa gert í ársreikningum og varandi bara fjármálin, halda utan þau með okkur síðasta ár. Taka undir nánast bara öll ára sem hér komu á undan að þið búið að vera mikil vinna og góð vinna sem við höfum lagt á sensta ári og þessi niðurstaða skilur sér og það er alveg rétt, það eru suma tekjur sem koma kannski óvart. Við áttum ekki von á svona miklu kannski tekjum úr jöfnunarsjóði en það er bara eins og það er. Eina sem ég langaði bara að bregðast við og ég vona að ég sprengi nú ekki upp fundin en á bara við erum ekki að skattleggja ykkur úr vandanum en ég veit að það eru margir kannski ósumlar en þú veist við fórum náttúrulega í hagræðingar líka en mér langar samt að segja hagræðingar að það voru eins og Fjóla segði það voru fullt af fólki sem misti vinnuna og misti sínar tekjur út frá því að skulum ekki gleyma því en svo bara sammála að hvetja nýja bæjarstjórn að lækka hér gjöld og álögur á íbúa. Ég held að með heyrst nú bara allir vera einhuga það allan á það pallprófsumræðum í gær að við erum komin á betri stað og það er bjart framundan í Árborg. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Já, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls og orðið er laust fyrir þá sem vilja tjá sig. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, góðar umræður, gott að horfa fram á veginn og ég held að leið og við getum öll verið jákvæð yfir niðurstöðunni þá vil maður líka horfa til þess að það er jákvætt að þegar við horfum og rýnum gjaldaliðina þeir séu flestir málaflokkar að standast áætlanir. Það er mjög jákvætt og það er verklag sem er búið að þurfa að vinna að á þessu kjörtímabili og á alltaf að vera að vinna að við stöndumst áætlanir. En það eru veikindi, nýjir kjarasamningar og lífeyrisskuldbindingarnar sem eru yfir áætlun. En annar rekstrakostnaður undir og við fögnum því og það er verkefni sem við eigum alltaf að halda bæði kjörnir fulltrúar og starfsmenn að halda gjöldunum á áætlun en mjög jákvætt að við séum líka að fá inn viðbótar tekjur umfram áætlun. Það er bara, við fögnum því og svo áfram núna vonandi skilar það sér inn í þeirra breytt verklag hjá jöfnunarsjóði að nú kemur þetta eins og reglulega tekjur sem við getum auðvitað áætlun ekki svona uppkjör í lokás eins og hefur gerst undanfarin 3 ár sérstaklega til Sveitarfélags Árborgar. En við líka leiðrétta það sem framkom hér að bæjarfulltrúar Sigurjón að það hefur verið farið í miklar og erfiðar hagræðingar í rekstrinu líka og uppsagnir. Og það er óábyrgt að koma hér fram og halda því fram að einungis skattar hafi verið hækkaðir. Það var farið í gríðarlegar hagræðingar og allar þessar aðgerðir eins og við höfum oft sagt áður spiluðu saman að þeim árangri sem við erum að sjá hér í dag og höfum séð undanfarin ár. En það styrkir stöðu sveitarfélags til framtíðar. En tek líka undir að við megum aldrei hafa augun af boltanum. Það eru áskoranir framundan, efnahagsumhverfið á Íslandi, það lítur því miður ekki vel út. Við vitum að verðbólgan er hærri á þessu ári sem mun hafa áhrif á fjárhagsáætlun 2026. Þannig að verkefnið er að hafa augun af boltanum áfram og við megum aldrei tapa því markmiði. Og ný bæjarstjórn þarf svo sannarlega að huga því næstu 4 árin og svo aftur eftir það. En það er einnig mörg tækifæri til uppbyggingar og í þjónustunni sem við þurfum að grípa og vinna að. Vil að endingu aftur þakka öllum þeir sem hafa bæði komið að verkefninu á kjörtímabilinu og núna við bæði eins og ég sagði áðan við vinnu ársreikningsins, starfsmenn. Það hafa allir lagt sitt, starfsfólk og íbúar, lagt sitt lóð á Vogaskólana
og hér stöndum við í dag og við getum hort björtum augum til næstu ára. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Það voru Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi Álista, og skættur fá að taka til máls. Herra forseti, kjörni fulltrúar sem hér sitið og þeir sem heima sitið. Ég ætla rétt að fá kominu upp undir þessu máli til þess að fá að leggja áherslu á það. Það hefur náðst þó nokkur árangur í þessari vegferð sem að rétta reksturinn af. Það hefur mörg steinum verið velt við. Ég hlakka til að sjá hvað því núna kosningabaráttu er í gangi og það er gaman að sjá að margir hafa stóryrði hvað er alltaf að gera og ég hlakka til að sjá heimtur af þeim málum. Hvað verður gert til þess að lækka álögur og henni verður rétta reksturinn af áfram. En ég brýni komandi einstaklingar sem koma hér á eftir allavega mér, mörgum öðrum. Legg áherslu á það, orðum fylgir ábyrgð og hér er verið að snúa við olíuskipi og það gerist ekki á einu ári, ekki 2 árum. Þetta er löng vegferð sem er hafin. Takk. Já, takk fyrir þetta Axel. Og einhverjir fleiri svona á loka sprettunum sem vildu bætast við. Ef svo er ekki, að þá er hægt að koma inn á 12. stund eins og svo er kallað og það var Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi Délista. Skættur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilrændur. Mér langar bara rétt að koma aftur til þess að leggja áherslu á fyrirtækin á þessu svæði. Fyrirtækin sem hér hafa borgað gríðarlega fjármuni og lagt sveitarfélaginu lið til þess að stuðla að því að hér sé gott að búa, hér sé aðdráttarafl og það má ekki gleyma því að þegar við tölum þessar álögur að ef það er ekki atvinna fyrir fólkið okkar þá er ekki til þess að sækja. Við verðum að horfa á þetta í syngi og það er rosalega mikilvægt að horfa á fyrirtæki líka. Þau hafa verið að borga gríðarlega fjárhæðir hérna í samanburði við nágrannasveitarfélögin og ég ætla ekki áherslu á að þakka fyrirtækjunum líka. Sjálfsögðu þakka við starfsfólki, endurskoðendur sem fá greitt, íbúum sannarlega sem hafa lagt sitt á vogarskálarnar, en ekki síður fyrirtækjum sem ekki að fá neitt tilbaka, neinar lækkanir núna á þessu ári. Bara svo því sé haldið til haga. Og bara breytist ekki á að segja það, því við verðum að skilja það að það skiptir máli að við séum ekki öll opinberir starfsmenn. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra og þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi Délista og skættur að fá að bæta við í lokin. Forseti, bæjarfulltrúar tilrændur. Já, góð brýning frá Fjólu og tekið undir, en ég vil bara þannig að komi réttar upplýsingar fram að á þessu ári var fasteignaskattur á fyrirtæki lækkaður toppúta. Það er skrefið rétt átt, það má gera betur, en þau voru samt lækkuð eins og önnur gjöld þar á þessu ári. Bara þannig að þessi skipt komið fram, en tek heilsugar undir að þau eiga líka þakkir skilið. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Bragi. Þá er listinn tæmdur yfir þá sem ætluðu að taka hér til máls undir þessu fyrsta máli. Ársreikningur Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025, síðari umræða. Og þá ætlum við að bera hann upp til atkvæða. Þeir sem eru honum samþykki hér í síðar umræðu vinsalast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá gerum við hér örstutt fundarhlé, kannski 5-7 mínútur þar sem að verður undirritaður ársreikningurinn. Já, það er að óska eftir því og við gerum það þá núna. Ef einhver ætlar að gera grein fyrir atkvæði sínu. Óskar bæjarfulltrúinn eftir því. Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista óskar eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, ég ætla hérna að gera grein fyrir atkvæði mínu og leggja fram eftirfarandi bókun við afgreiðslu ársreikningsins. Undirritaðir bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja áherslu á að mikilvægt sé að greina ársreikning sveitarfélagsins Árborgar 2025 af yfirvegun og horfa til þeirra þátta sem raunverulega skýra bætta rekstrarniðurstöðu ársins. Þrátt fyrir að rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins sé betri en áætlanir gerðu ráð fyrir, liggur fyrir að megin skýringin er ekki afgerandi breyting á rekstri heldur verulega hærri tekjur en gert var ráð fyrir. Rekstrartekjur sveitarfélagsins jukust rúmar 1700 milljónir króna umfram áætlun á meðan rekstrargjöld fóru einnig umtalsvert fram úr fjárhagsáætlun. Þessi tekjuaukning skýrist að stórum hluta af hærri skatttekjum sem nemur 500 milljónum króna, auknum framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem nemur 500 milljónum króna og auknum framlögum vegna sismatsbarna sem greidd eru úr jöfnunarsjóði sem nema 580 milljónum króna. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar telja því mikilvægt að halda því til haga að tímabundna og að hluta til ófyrirséða tekjuaukningu er að ræða, fremur en varanlegan rekstrarviðsnúning. Sveitarfélagið getur ekki byggt framtíða fjármál sín á einskiptisáhrifum eða síhækkandi álögum og íbúa og fyrirtæki. Í sístækkandi sveitarfélagi er ljóst að skulda- og vaxtabyrði verður áfram áskorun. Samkvæmt fjárhagsáætlun er skuldahlutfall sveitarfélagsins enn nokkuð hátt og vaxtagjöld nema áfram verulegum fjárhæðum á ári hverju. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar vilja undirstrika að nauðsynlegt er á næstu árum að ráðast í markvissar umbætur í rekstri sveitarfélagsins með því markmiði að bæta rekstrarhagkvæmni, nýta betur stafrænar lausnir og tæknilega innviði, lækka álögur og íbúa fyrirtæki og tryggja sjálfbæran rekstur til lengri tíma. Árborg er öflugt og vaxandi samfélag með mikla möguleika. Það er hins vegar ábyrgð sveitarstjórnar að tryggja að sá vöxtur byggist á traustum rekstri, gagnsæi, vandaðri áætlanagerð á öllum sviðum og sanngjörnum álögum og íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Undirrituð vilja færa starfsfólki sveitarfélagsins sem kom að vinnu við ársreikningin sínar bestu þakkir fyrir þeirra mikilsverða vinnuframlag við ársreikningin. Og undir þetta skrifa Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista og Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista. Takk fyrir þetta. Arna Ýr, þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista og skattur að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, ég ætla ekki að leggja fram bókun, ég ætla að gera grein fyrir atkvæðinu mínu á mjög stuttan máta. Gjaldtaka hefur aldrei verið meira á íbúa og fyrirtæki en nú síðustu ár, sem hefur skilað sér í hækkun á húsnæðisverði og hækkun á fasteignaskatti sem kemur svo aftur niður á íbúum. Það er auðvitað að lofa og eigna sér árangur sem ekki væri til staðar nema fyrir tilstuðlan góðra starfsmanna og ég þreytist ekki á að þakka starfsmenn sveitarfélagsins Árborg fyrir þeirra framlag síðustu 4 ár, ætla ég að segja, fyrir það að hafa tekið þátt í óeigingjörnri vinnu, oft á tíðum á kvöldin og á tímum sem að jafnvel voru ókristilegir til þess að vinna því að bæta og breyta og efla rekstur sveitarfélagsins. Það er ómetanlegt og þar er Árborg ríkt, alveg sama hvort við rífumst fram og tilbaka það að þetta sé raunverulega hagnaður eða ekki, þá erum við á endanum rík af mannauði. Mannauðurinn okkar þvert á allar greinar og þá ætla ég að segja ekki bara fjármálasviði þó það sé einstakt, þá erum við líka með einstakt starfsfólk í öllum stofnunum okkar sem þurfti sannarlega að setja á sig hatt rekstrar aðilans þegar þau voru jafnvel búin að læra eitthvað allt annað. Þannig að mig langar að nota tækifærið og þakka fyrir ykkar framlag og góðu vinnu, þið eru frábær. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að gera grein fyrir væntanlega sínu atkvæði og mögulega annarra. Viltu hefði náðir á? Fórstu bæjarfulltrúar tilheyrendur, ég ætla að lesa upp bókun bæjarfulltrúa D og álista með ársreikningi Árborgar 2025. Niðurstaða ársreiknings sveitarfélagsins er mjög ánægjuleg og vilja bæjarfulltrúar D og álista þakka bæjarfulltrúum, starfsmönnum og íbúum sem hafa gert það mögulegt
að skila jákvæðri niðurstöðu ársreikning annað árið í röð og núna með 1,5 milljarða rekstrarafgangi. Niðurstaðan staðfestir að aðgerðir undanfarinna ára til hagræðinga, sala eigna, tekjuaukning og skýr forgangsröðun að skila árangri. Rekstur sveitarfélags verður sterkari og meðal annars náð að skapa svigrúm til lækkunar álaga og gjalda strax á þessu ári. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar niðurstöðunni og sveitarfélag Árborg sé á réttri leið. Nú reynir á að sýna áframhaldandi ábyrgð í rekstri, standast áætlanir og gera A-hluta sveitarfélags sjálfbæran á næstu árum. Með þeirri vinnu tryggjum við að sveitarfélag lendi aldrei aftur í þeirri erfiðri stöðu sem blasti við okkur árið 2022. Stefna og markmið bæjarstjórnar Árborgar var og að takast á við rekstur sveitarfélags með ábyrgum hætti. Við vitum að margar ákvarðanir á síðastliðnum árum hafa verið erfiðar og sársaukafullar, íbúum, fyrirtækjum og starfsfólki sveitarfélagsins, en þær hafa skilað tilætluðum árangri og skapa aðstæður til lækkunar annarra álaga til framtíðar, líkt á fasteignagjalda. Því íbúar eiga alltaf að njóta ávinningsins og við í meirihluta bæjarstjórnar erum staðráðin í að halda áfram á þessari braut ábyrgðar og árangurs í þágu íbúa sveitarfélagsins. Og undir þetta skrifa Axel Sigurðsson, A-lista, Bragi Bjarnason, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, D-lista, Kjartan Björnsson, D-lista og Sveinn Ægir Birgisson, D-lista. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá beini ég augum mínu hér að fulltrúum B-lista því að þau eru það einu sem ekki hafa gert grein fyrir atkvæði sínu, það stendur ekki til. Þá höfum við farið yfir þetta og afgreitt ársreikning 2025 fyrir sveitarfélagið Árborg og ég óska öllum til hamingju með það, bæjarfulltrúum, starfsmönnum og íbúum. Þá gerum við örstutt fundarhlé, gæti varað í 5 til 7 mínútur á meðan bæjarfulltrúar skrifa hér undir ársreikningin og við komum svo inn í útsendingu hér eftir augnablik aftur og það fara í gang auglýsingar og meðan eða ekki.
Jæja, þá höldum við áfram fundi í bæjarstjórn Árborgar, þeim 73. og á kjörtímabilinu og jafnframt þeim síðasta að öllu óbreyttu þetta kjörtímabil. Það þurfa að vera miklar hamfæri sem koma til ef að haldinn er annar fundur. Bæjarfulltrúar í sveitarfélaginu Árborg hafa nú undirritað ársreikning fyrir árið 2025 og telst hann því fullnaðar afgreiddur og er það vel og gleðiefni sem kom hér inn á áðan. Þá er komið að máli númer 2 á þessum bæjarstjórnarfundi sem er menningarstefna sveitarfélagsins Árborgar. Tillagan er frá 168. fundi bæjarráðs frá 22. apríl 2. Þá kom Margrét Blöndal, deildarstjóri menningar og upplýsingadeildar inn á fundinn og fór yfir uppfærða menningarstefnu. Bæjarráð sem er illu heilli síðari hluta þessa kjörtímabils ígildi menningarnefndar, samþykkti stefnuna fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Og þá opna ég fyrir mælendaskrá. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-listar, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarráð samþykkti þessa stefnu með bros á vör og mér langar bara að koma inn og fara hans yfir menningarstefna. Þetta er menningarstefna sem við erum að setja hérna á legginni frá 2026-2030 og mér langar sérstaklega að þakka deildarstjóra menningar og upplýsingadeildar henni Margréti Blöndal fyrir þá vinnu sem hefur farið í þetta verkefni og það hefur fjölmargir aðalar komið að þessu. Það voru haldið hérna margir vinnufundir við sveitarfélag, meðal annars fórum við bæjarfulltrúar á einn slíkan fund sem var mjög góður og það er ljóst að það eru mörg sóknartækifæri í menningarmálum hjá okkur, en líka til upplýsingar þá eftir að setja þessa menningarstefnu upp á svona betra form eins og við höfum kannski þekkt eins og við erum búin að vera að gera seinustu ár sveitarfélagi, þar sem við setjum allar svona skýrslur eða eitthvað svona kynningar á aðgengilegar og kynningarlegar á rafrænt form, að þetta skjal sem við erum með þarna fyrir framan ykkur, það verður ekki svona á heimasíðun heldur verður það betur kynnt og sett á þessu forma sem við höfum keypt sveitarfélagi. En þetta er metnaðarfull menningarstefna sem ég bind miklar vonir við að mun á árangri í að rækta rótgróið menningarlíf og bæta, og langar að hvetja alla íbúa til að kynna sér þessa flottu menningarstefnu. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir, og þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, og óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði bara að koma upp og fagna þessari menningarstefnu, ótrúlega flott, vel unnin og metnaðarfull, og mér var sérstaklega gaman að sjá bara hversu margir fengu að koma að henni. Og það kannski kemur ekki óvart að svona stærsti veikleikinn sem er nefndur í stefnunni sé aðstöðuleysi fyrir listir og menningarstarf, og þar þurfum við að gera betur og mikilvægt bara að hefja þá vinnu við að bæði kortleggja kannski þörfina og skoða hvort að sveitarfélagið eigi einhver húsnæði sem er hægt að nýta, og svo auðvitað bara halda áfram að finna einhverja raunhæfa framtíðarlausn, hvað sem að það er menningarsalur eða menningarhús fyrir samfélagið okkar. En ég bara fagna þessu og þakka fyrir að við hérna í bæjarstjórninni höfum fengið að koma að mótun stefnunar. Það var mjög skemmtilegur vinnufundur sem við áttum og gaman að taka þátt í þessu, og bara að lokum langar mig að færa bara öllum sem komu að stefnunni og bara þeim sem hafa unnið við listsköpun og lyft menningarlífinu okkar upp hér í Árborg, kærar þakkir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, og óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég kem hérna upp til þess að fagna þessari stefnu sem er virkilega ánægilegt að sé framkomin og sveitarfélagið
hafi nú sína samþykktu menningarstefnu sem gríðarlega mikilvægt í svo stóru og ört stækkandi, sívaxandi sveitafélagi. Og einmitt mér langar að þakka sérstaklega Margréti Blöndal fyrir metnaðarfulla vinnu og mikinn áhuga og í rauninni að því að við vorum hérna að tala áðan hvað við værum rík af mannauði og ættum hér frábært starfsfólk, þá erum við með einstaklega öflugt og bara hugvitsamt og frjótt fólk í menningardeildin okkar. Þetta alveg frábær deild og og ég held að við fáum það seint full þakkað. En þetta mjög flott og metnaðarfull stefna og hún á auðvitað eftir að svona vera sett á aðeins